Komið sæl og verið velkomin að Rauða borðinu í svona málefnalega umræðu sem við ætlum að reyna að ástunda fyrir kosningarnar, þar sem við erum að reyna að setja málefni á dagskrá og kannski leyfa hlustendum og áhorfendum að kíkja svona svolítið bak við tjöldin í þessum þungu stóru málaflokkum sem er talað að séu kannski aðal málaflokkarnir núna fyrir kosningar. Í dag ætlum við að ræða svokölluð húsnæðismál og húsnæðismálavandann hugsanlega. Og til mín eru komnir tölverðir þungavíktar menn á þessu sviði. Það er Yngvi Ómar Sighvatsson, starfandi formaður Leigjendasamtakanna. Hæ. Sigurður Stefánsson, framkvæmdastjóri Aflvaka. Komið sæl. Og Jónas Atli Gunnarsson, hagfræðingur hjá HMS sem er skammstöfun fyrir húsnæðis og mannvirkjastofnun. Og ég heiti Oddný Eir og verið velkomnir. Takk fyrir. Takk. Takk fyrir að stökkva borði í samræðuskipið og kannski setja ykkur svolítið í aðra stellingar en þið eru ekki mitt. Því svo í næstu viku ætlum við að tala við politikusa og reyna að vera komin með dálítið innsýn í málaflokkin. Það er svolítið kannski mikið á ykkur lagt að ætla að fara eitthvað svona taka 5 háskólakúrsa í húsnæðismálum á einum tíma eða svo en kannski langar við bara að byrja á því að heyra svona hvort þið séu sammála persónulega þá og sem fagmenn sammála því að þetta sé eitt stærsta kosningamál fyrir þessar kosningar. Já, og ég byrja? Já. Ég er sammála því að þetta sé langstæðsta kosningamálið og líka bara ef við horfum á hver er orsök verðbólgunnar í 10 ár. Það er húsnæðisliðurinn. Þannig að auðvitað er þetta langstæðsta málið. Og ég kem svolítið til þess að ræða akkurat það, húsnæðisverð og leiguverð og hvernig þróun hefur verið. Þú ert forsvarsmaður leigjenda og það er náttúrulega rödd leigjenda sem að heyrist kannski svona, heyrist nú ekkert mjög hátt í henni en með leigjendasamtökunum og svona aukinni meðvitund og samvitund leigjenda þá hefur þessi rödd heyrt herra núna bara og annara í kring sem tala hvað ófremdar ástand á leigumarkaðnum. Já, klárlega. Og við erum við erum stjórnmálamenn alveg sérstaklega móttækilegir núna fyrir kosningar. Þetta er allt bara með blóma og eru til í allt sem við leggjum til og allt. En við erum að leggja áherslu á verðlagningu og leiguhúsnæði og hvernig það tengist engum kostnaði. Hvernig það raun og veru tengist bara neyð leigjandans og það hefur skapað ákveð ástand og við förum bara betur yfir þá eftir þegar við förum svona hringinn og spjöllum og við erum réttastöðu leigjenda og bara réttin að hafa þak yfir höfuð á Íslandi. Það er svona það sem ég myndi vilja fara út í og svo erum við með náttúrulega tölfræði og HMS með okkur þannig að þetta verður skemmtilegu þáttur. Já, við erum bara vonum það. En Sigurður, þú ert hjá fyrir framkvæmdastjóri hjá Aflvaka. Getur þú kannski bara byrjað að segja okkur hvað Aflvaki er og svo þessari spurningu hvort þetta er, hvort þú telur þetta að vera kosningamál? Já, og bara hver er Siggi? Og ég sérst kem inn í húsnæðismarkaði núna fyrir 2,5 ári síðan. Og í bakgrunnin er ég löggiltur endurskoðandi og er með masterspróf í fjármálum og stefnumótun og hef svolítið verið í hugverkafyrirtækjum eins og CCP var þar í 7 ár og þar áður hjá Latabæ. En það sem kom mér alveg verulega óvart því ég kem inn í þennan geira og er að stýra verkefni sem er þá inn í þessum geira og er það leiðandi svona hagsmunaaðili. En það sem var mjög áberandi, mjög hratt er það að gögnin, upplýsingarnar og bara svona öll óreiðan í kringum það. Og þannig að það fór alveg heilangur tími í að ná utanum þetta og ég verið alveg svakalega duglegur í að hitta bara fólk, ræða, deila og svona útkoman er alltaf að teiknast betur og betur og það sem við erum svolítið að ná utanum núna og langar að tala við ykkur að það er svolítið hægt að einfalda myndina og ég hef verið að skoða sérstaklega svona hluti sem að vera lítið teknir inn í sem er lýðfræðin. Því við höfum alltaf verið að tala mannfjölda aukningu en það er svo sannarlega það sem drífur þörfin eftir íbúðum en ekki síður lýðfræðin og
það alveg ótrúlega hvað það hefur einhvern veginn ekkert verið inn í umræðinni og ef við til dæmis bara skoða gögn eins og frá Samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, rýni gögnin 10 ár jafnvel aftur í tíman og lengur, að þá nánast ekkert samfélagið, hvernig það þróast. Við vitum það að við erum þjóð sem erum að eldast, heldur en eingöngu allar pælingar í kringum samgöngur. Og það svona, þú veist, fær alla viktina en ekki þessi þróun sem við erum að sjá. Og ég svona aðeins til að stikla á stóru og þetta, þú veist, maður ekki með gögn eða kynningar núna, heldur eru að tala við fólk sem bara hlusta útvarpið. Að ef við nefnum bara sem dæmi að Ingvi fæddur 1969 og í rauninni síðan þá hefur börnum á Íslandi ekkert fjölgað og öll mannfjöldaaukningin síðan þá eru fullorðnir og og það síðan upp á 2010 að þá erum við að sjá töluvert mikla aukningu í fullorðnum eldri en 65 ára. Þannig þið sjáu það í hendi ykkur að fjölskyldustærðin hún búin að breytast allverulega og að breytast alveg svakalega hratt og svo það staðreynd að árið 2035 munu fæddir og dánir verða sama talan og eftir það áruna eftir munu dánir verða fleiri heldur fæddir sem þýðir það eftir 10 ár héðan byrjar fæddum Íslendingum okkur ef við værum ekki með nýja Íslendinga að fækka og þannig þá þú veist hvað áhrif hefur þetta allt á húsnæðisstörfina og því við vitum það að öll fjölgunin sem eiga sér stað núna það eru nýjir Íslendingar á vinnumarkaðsaldri 90% cirka og það koma svona 10-12% börn með þeim þannig að þegar við tökum þetta inn í þá bara svakalega mikill ávinningur af því að við erum aðeins og eftir hinum Norðurlandaþjóðunum og við erum með svipaða velmegun og ég hef verið að skoða rosalega mikið hvernig þróunin þar til þess að sjá bara hvar við endum. Við ávinningur af því að við séum á eftir? Já, að því að þú veist, við höfum verið 2,9 meðaltali í íbúð ekkert svo langt frá, erum í kringum 2,5 sem fjölskyldustærðin á Íslandi og við erum að fara að stefna niður 2 sem þýðir það í stuttu máli að fyrir nokkrum árum þegar vorum með 3 íbúðir og samsetta fjölskyldi kannski sem voru 14 einstaklingar ef við horfum fram á við fyrir sama fjölda þá þurfum við ekki 3 íbúðir, þá þurfum við 7 þannig að það svo rosalegu munur í þessu sem ekki verið að taka nægilega vel til og inn í allri umræðinni og þetta kalla ég svolítið að greina lýðfræðina, samfélagið, þróun og svo framvegis. Það þá færri sem búa saman raunverulega? Já, bara fjölskylda á einföldu máli, fjölskyldan hún að minnka og við sjáum það bara það sem gerðist með innrás Breta og Bandaríkjamanna 1940 þá voru bara 120.000 Íslendingar og 55.000 herramenn og svaka fjármagn að upp úr þessum árum Marshall-aðstoðin og svo náttúrulega herinn að það kom á núleitnin á næst svakaleg fjármunir inn í Íslands samfélag sem þýddi það að við vorum bara svona tiltölulega fátækt bændasamfélag og á mjög skömmun tíma urðu við ríkasta velferðaríki í Evrópu sem þýddi það að fæðingatíðnin hún rauk upp úr öllu valdi og við sjáum að fæðingatíðnin hún hámarkar í kringum 1960 að þá var fæðingatíðnin 4,5 til samanburður 1,5 í dag sem þýðir það að meðal fjölskyldan var svo rosalega stór 1960 þá 40% Íslendinga börn og svo síðan þá, þetta í börnum hefum við getur verið að fjölga heldur höfum fullorðnir verið að fjölga þannig að samsetningin að breytast og við erum orðin núna 22% börn og þetta heldur bara áfram að lækka hlutfall barna heldur áfram að lækka og aftur eins og það svo gaman að spá fyrir framtíðina hvenær raunni og hvaða áhrif hefur þetta til dæmis eins og bara 15 ár héðan að þá munum við ná því hlutfalli eins og á Norðurlöndunum núna að börn og þeir sem eru eldri en 65 ára verða jafn margir og eftir það verða eldri en 65 ára fleiri í okkar samfélagi heldur en börn og þetta rosaleg breyting
muni ekki, þú veist, þegar að eldra fólki segir við okkur, þegar ég var í gamla daga þá voru alltaf börnin út að leika og þú veist, það voru bara, með þess að ég fæddi 1976, það voru bara miklu meiri af börnum. Í dag eru jafnmörg börn en þau eru dreifð miklu meira svæði eins og höfuðborgarsvæðinu. Þannig að það er svo margt í samfélaginu fleira sem er bara gjörbreytt en stutta útgáfan til að tengja inn í skoðurunni húsnæði sem við erum að ræða núna að það sjá það allir það út frá þessu að með sama mannfjölda þá eru fjölskyldurnar minni sem þýðir við þurfum fleiri íbúðir og bara ef við horfum fram á við að þá hef ég verið svona að greina það að þú veist, svo skuld sem er í dag íbúðaskuldin pluss þessar samfélagsbreytingar það eru náttúrulega bara 1 af hverjum 3 íbúðum sem þurfa næstu 15 árin. Það er það mikil áhrif sem þetta er að hafa og þetta skiptir þetta máli þegar við komum eins og inn á Ingu mun koma eftir eins og að leigumarkaðinn að eftirspurnin hún er orðin svo mikil fyrir minni íbúðunar af því að til dæmis bara búseta 65 ára eldri að þá er að meðaltali 1,4 sem býr í íbúð sem þýðir það nær því önnur hver íbúð er einmennis íbúð. Afsakið ekki, varst að segja sem sagt að það sé bara byggt 30% af því sem þarf að byggja rétt áðan? Nei, það sem ég er að segja að því sem að þú veist ef við horfum skoðurinni ef ég met það og fyrir maður betur í það eftir ég met það á höfuðborgarsvæðinu þurfum við að byggja 4700 íbúðir miðað við það að við erum með svipaða mannfjölda aukningu á hverju ári eins og við höfum verið með síðustu bara árin síðan 2012 þá er 1,8% aukning að meðaltali á ári 1,8% aukning á ári þýðir og mér finnst svolítið gaman að setja þetta öðruvísi fram það þýðir það að við þurfum 5.000 nýja Íslendinga á hverju ári og þeir taka með sér svona 500 börn og það er þessi svona 1,8% aukning sem ég er að tala það mun verða þörf fyrir þessa auka hendur á vinnumarkaðnum því að 65 ára eldri munið 4,5 í fæðingartíðina það var 1960 og við erum að fá risa árgangan okkar að fara út af vinnumarkaðnum. En þú þá kannski bara tekin upp mynd þar sem að innflytjendur og jafnvel hælisleitendur eru bara happafengur ef allir eru börn eða fólk á vinnualdri sem getur eða hvað, er það ekki hægt að Sko það sem ég er að segja er við munum þurfa á 5.000 já, en Lausli túlkunni á mér svona en það skiptir náttúrulega máli þú veist, ef við horfum aðeins yfir þú veist, hvar mun okkur vanda vinnuafl og svo náttúrulega skiptir ótrúlega miklu máli að og það er rosalega munur á umræðan í Íslandi versus í Norðurlöndin sjáum bara sem dæmi svo Finnar alltaf vera besti heimi í hugverkaiðnaði þannig þeir eru bara mjög fókusir að reyna að draga alla sérfræðingarna til sín. Það eru öll önnur lönd komið langt á undan okkur að reyna að skapa umgjörð þannig að fólk vill koma til landsins. Og ég sá þetta svo svakalega vel því ég var að vinna hjá CCP og ég var þar í 7 ár að húsnæðisliðurinn skiptir svo miklu máli því að þú veist, þegar maður er að keppa og þú ert að keppa við önnur lönd á heimsvísu þú ert að bjóða fólki að koma hingað þá spyr fólk, hvað hef ég í laun? Mínus skatta mínus húsnæðislið og það er það sem fólk horfir á og þess vegna þegar húsnæðisliðurinn er orðinn svona mikil að þá er það íþyngjandi fyrir orðið bara þú veist meðal fyrirtæki í landinu líka sérstaklega sem þarf á innflutningi að halda og tala nú ekki við horfum bara á öldrun þjóðarinnar þá mun okkur vanta mikið magna hjúkrunarfræðingum okkur vantar mjög mikið þeim í dag sjáðu bara þú veist og svo ætlum við að fara að keppa og, þú veist, og við þurfum að laða hjúkrunarfræðinga til að koma hingað þá verður rosalega erfitt að ná að koma og bjóða þeim samkynhneigt umhverfi því Danir, Finnar, Noregur, Svíþjóð, það er allir að keppa það því að veist, það vantar hjúkrunarfræðing alls staðar. Þannig að bara sem dæmi að þá skiptir þessu ótrúlega miklu máli að vera með húsnæði og það sé ekki íþyngjandi og mjög hátt og dýrt að skal segja bara borga húsalög hér. En það vantar samt ekki bara hjúkrunarfræðinga, vantar húsnæði undir og líka. Já, ég er að segja þegar það er að kemur. En svo vantar ekki líka bara, ég var komið það að það væri bara happafengur allir eru vel að hælisleitendur og innflytjendur. Mér fannst það svo fallegt í þessari mynd okkur vantaði, en þú ert kannski meira, svo sá ég þetta alveg sunka niður, þessa kenningu þegar þú ert komið að það voru starfsmenn fyrir svona fyrirtæki eins og CCP sem vantaði bara húsnæði, en það eru líka hjúkrunarfræðingar og það eru ýmsir, en við getum kannski, þetta er svona kannski pólitískt mál sem við förum að... Já, og kannski eina sem mér langar að segja þessu tengt, að er svona lífsgæði, svona sem
svona sjálfsagði hlutir sem okkur finnst í dag til þess að bara halda því uppi og ég meina þú veist það alveg ekkert launungamála til dæmis útgjöld til heilbrigðismála við erum að borga minna heldur nágrannaríkin okkar að því við erum aðeins yngri það mun verða meira og náttúrulega til að halda því uppi að þá þurfum við að gera þú veist skapa virðisauka til að standa undir lífsgæðunum þannig að þetta er svona við erum rosalega aftarlega þegar kemur að því bara ræða bara mjög blöndli ok þú veist hvernig ætlum við að laða að fólk sem að mun hjálpa okkur að reyni halda áfram að halda upp í lífsgæðunum okkar. Og þannig að þú, ef þú svarar spurningur hvort húsnæðismál séu kosningamál, þá finnst þér það vera... Mér finnst bara, þetta er orðið svo mikill skortur á húsnæðinu og þegar við skoðum efnahagsmálin að drifkraftur verðbólgu, eins og við skoðum bara frá aldamótum, hefur verið 37%. Og við sjáum það að núna undanfarin ár sem Ingo var að koma inn á þetta er stæðsti og langstæðsti drifkraftur verðbólgunar sem að keyra þá upp vextina og þetta er orðið bara risastórt hagsmunamál fyrir heimilin í landinu að ná svolítið tökum á þetta og geta svolítið skapa fyrirsjáanleika því að þegar út með þessa ígjur þá er þetta ekki bara heimilin því við þurfum líka fyrirtæki til að byggja og þegar það er svona sveiflukent upp og niður fjármögnun og aðgengi að fjármagni það hefur bara áhrif á alla virðiskeiðina þannig að svarið er já og mjög mikið já. Og svo er önnur spurning sem þið kannski svara eftir hvort ykkur finnst pólitíkusar vera nógu meðvitaðir sko markvissar lausnir og þannig eða hvort þetta er svona meira bara kosningalofvörð við verðum bara að vona að það sé verið leita alvöru lausna en Jónas Atli, þú ert hagfræðingur hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun það er nú svona dálítið voldugt heiti, húsnæðis- og mannvirkjastofnun, það er bara, er ekki svolítið ábyrgð sem hvílir á ykkur þá? Heldur betur. Þið eru opinber stofnun? Já, við erum opinber stofnun sem sjáum allt sem tengist húsnæðismálum eiginlega og samt ekki hægt að kenna ykkur hvernig staðan er eða hvað? Við erum alltaf hluti af stjórnvöldum og má kenna stjórnvöld alltaf bera ábyrgð á því sem gerist í þessu landi en við erum búin að vera til núna í 4 ár og okkar svona helsta markmið hefur verið bara að reyna að safna gögnum húsnæðismarkaðinn og reyna að stuðla að stöðuleika á húsnæðismarkaðnum og að því að húsnæðiskostnaður sé viðráðanlegur hjá leigjendum og þeim sem að kaupa þér á eignamarkaði og ég tel að við höfum gert margt gott í því við erum búin að stórbæta gagnaöflun en við erum ekki hafin yfir gagnrýni. En hafið þið líka hafið þið eitthvað umboð eins og hafið þið svona eins og vald, umboð eða vald til þess að vera með eftirlit eða setja reglur eða slíkt eða þið svona bara frekar eins og rannsóknarstofnun? Við erum ráðgefandi, við tökum þátt í starfshópum og við veitum ráðgjöf og við segjum hvað okkur finnst allir þessi sérfræðingar, hvort sem eru hagfræðingar í minni deild eða í annarri deild sem verkfræðingar sem eru sérfræðingar í kannski uppbyggingu mannvirkja eða sérfræðingar í eldvarnamálum þá segjum við okkar skoðun og við tjáum stjórnvöldum þær en það er náttúrulega bara Alþingis að setja lögin og reglunar og þannig að þið fylgið eftir því sem bara er sett lög. Við gerum það, já. En eru þið ekki líka þá með einhvers konar, er ekki svolítið vítt svið, er ekki maður hefur heyrt talað við ykkur er ekki ef það eru miklu mál og í skólum með opinberum er það ekki með aðeins svona þeir eru með margt sem varðar húsnæði ekki sjálfa húsnæðistefnuna Nei, einmitt, við erum afleiðing af sameiningu margra ríkisstofnana og það eru mjög marga núna, það voru enn fleiri áður og svona eina afleiðingum þessa sameininga það er svo að við erum að okkar viðfangsefni er mjög vítt við erum bæði að sjá einmitt öll húsnæðismál og líka fólk sé öruggt í sínu húsnæði í sínum víðasta skilningi í rauninni að það sé ekki skemmdir að byggingin húsnæði sé byggt með öruggum hætti og stuðla ekki og vegi ekki að heilsu fólk sem býr í henni og svo einmitt og hvort að það sé eldhætta í húsum eða hvort að það eru nægilega miklar eldvarnir það er líka stór hluti af þessu þannig að já, þetta er stórt og mikið og viðamikið og
náttúrulega bara undirstrika það hversu flókin húsnæðismál eru. Þetta ekki bara spurning að jafna af framboð eftirspurn með einhverjum einföldum aðgerðum. Þetta risastórt mál sem maður þarf að horfa á með heildstæðum hætti. En þú sem kannski ert á sem hagfræðingur og embættismaður, en ef þú líka sem svona borgari eða einstaklingur svarar þessu með hversu brýnt að ræða þetta eða breyta einhverju raunverulega núna? Já, ég get sagt það sem hagfræðingur að húsnæðismálin það víða pottubrotin þar. Ég bara frábær ræða hjá honum Sigga og hann bara kemur svona vel inn á það hvað hefur verið stóri þátturinn núna á síðustu áratugum. Við höfum verið að breyta sem þjóð og við höfum ekki verið að byggja nógu mikið til þess að svona bregðast við þeirri breytingu og það held ég svona eitt stærsta langtíma vandamáli sem stöndum frammi fyrir á húsnæðismarkaði vegna þess að húsnæði alltaf það náttúrulega líka svo ég svari spurninguna áðan hvort þetta verði stærsta kosningamáli. Ég algjörlega sammála því og ég ætla að gefa í og ég ætla að segja að þetta verði eitt stærsta kosningamál flestra kosninga vegna þess að húsnæði sá útgjaldaliður sem að heimilin borga mest í. Fólk eyðir hvort sem á leigumarkaði eða eignamarkaði, þá annarkvort að borga upp húsnæðislánin sitt eða borga leiguna sína og það það sem þorrinn af öllum peningum okkar fara í yfir ævina. Og til þess að þetta sé viðráðanlegt þá þarftu að kosturinn við að gera húsnæði viðráðanlegt svo mikil kjarabót fyrir alla og ef ég svona súmra upp hver svona helsta leiðin til að gera húsnæði viðráðanlegt, það náttúrulega bara að jafna út framboðið við þessa húsnæði störf sem til. Það að segja að það eru mjög marga vantar heimili og við þurfum að byggja þessi heimili fyrir þetta fólk og svo að útfærsla atriði hvað gerist síðan. Ok, þannig að það byrja á því sem maður sér nú að það eru svolítið margir byggingakranar svona í borginni. Já. Og sumir sögðu nú að það væri svona myndið á árir fyrir hrun, það hefði verið svo margir byggingakranar og það væri líka svona einmitt ekki endilega bara það að segja að það væri auðvitað gott í sjálfu sér að byggja en það væri þessi stóra spurninga mitt fyrir hverju verið að byggja og einhvern veginn hvernig farið að því svona sem þá lítur að vera mjög stór pólitísk spurning Já, það voru náttúrulega ekki byggingakranin sem ollu hruninu en það voru kannski skuldsetningarnar en það sem rétt og það mjög mikið af byggingakrunum það hefur eiginlega aldrei verið jafn mikið af byggingakrunum eða jafn mikið verið byggt og á síðustu 5 árum en þetta satt á meðan það líka satt að við erum ekki nærðið að byggja í takt við þörf. Við höfum alltaf séð því líka sprengingu í mannfjölgun núna á síðustu árum og fjölgun ferðamanna og allt reynir þetta rosalega mikið á innviði landsins og húsnæði bara eitt hluti af innviði landsins sem að finna nú fyrir pressunni og við finnum öll fyrir því í hækkandi húsnæðiskostnaði hvort sem í leigu eða kaup á húsnæði. En ef þetta væri svona einfalt, ef það væri svona einfalt að við þyrftum bara að reisa fleiri krana og byggja meira, það getur varla verið svo einfalt. Lausnin getur varla verið svo einfalt eða hvað? Hún einföld en erfið í framkvæmd, myndi ég segja. Hún náttúrulega að taka ábyrgð á ástandinu. Spyrjum þessa spurningu aftur þegar við erum komið aðeins seinni í þáttinn. Ég tökum byggingakranana þá aftur fyrir. Já. Aðeins að koma inn í aftur eins og segja, ég mikill tölumaður og allt sem ég svona, því á við vinnulega séð, það hefur raunni alltaf verið úrslita svona ráði úrslitin verið hvernig við gengið í þeim verkefnum sem ég komið nálagt með því að hafa góða innsýn yfir gögnin sem þýðir ég með mælaborðu og veit hvar við erum og hvert við erum að fara og hvernig gengur okkur. Og það sem ég langar að koma inn á þegar heyrðu Jónas sagði að HMS ekki gamalt. Það rosalega mikil breyting sem hefur orðið sér stað á stuttum tíma til að sjá bara hvar við erum. Og áður en að HMS var stofnað þá fóru menn bæinn, hafði ekki hugmyndum að hvað voru margar íbúðir í byggingu, menn voru að telja krana og áætla. Og það ekki fyrir að
síðist fyrir svona rúma 4 árum síðan og það hefur orðið alveg straumhvörð þegar ég horfa á gögnin hvað er að sjá þú veist og HMS að taka saman ég lít svolítið á HMS sem stórt hlutverk í gagnamiðlun að þá sjáum við bara svarta hvítu ok, þú veist, hvar erum við og ekki nóg með það heldur bara hvar erum við HMS orðið mjög góður í því að spá fyrir hvað munu koma margar íbúður út á markað í ár út af því ferill húsnæðisuppbyggingar mjög langur þá geta þið líka sagt okkur hvað koma margar íbúður 2025 en byrju, þetta nokkuð flókið þarf ekki að fá leyfi fyrir íbúð og geta ekki bara leitið þá að já, bara þegar við steipum uppsteipa bara á íbúð, þú veist, það tekur svona 2,5 ár þannig að þeir, þú veist, ef þú ekki byrjar á því núna þá mjög ólíklegt að þú klárir ekki fyrir 2027 þannig að, þú veist og þessar upplýsingar lágu ekki eins og lausu þú veist, voru svolítið á áriðu en komið núna á eitt stað Mér langar að koma aðeins inn á þetta með uppbygginguna. Ég satt nú og fundi með hann og Jóhanni Páli, þingmaður Samfylkingarinnar í ágúst og við vorum akkurat að ræða og hann segir við mig einhvern veginn svona það tekur nú alltaf 2-4 ára að byggja og við vorum þá búin að ræða það að það væri neyðarástand. Það allir sammála það að fullt af fólki í algerri neyð. Og ég segi bara við hann, nei, stoppum aðeins, þetta ekki ábyrgð þingsins, Alþingi Íslendinga að skaffa fólki á Íslandi sem heild húsnæði? Og þá ég að meina, þegar eins og þegar eldgosi var í Vestmannaeyjum sem dæmi, þá voru bara reist hérna hús og fólki var bjargað húsnæði. Þú veist, það var bara stíð inn og hlutunum lagað, eða þegar það var mikil þörf hérna áður, þá byggðu bara með heilt Breiðholt, skiljiði. Í dag, þá þarf að hætta að benda á borg, benda á ríki. Ríki ber bara ábyrgðina, búið mál. Og ef þeir vilja breyta skipulagslögum, þá gera þeir það, en þeir þurfa allavega að sjá til þess að við höfum aðgang á húsnæði hérna á landinu. Við fæddust hérna, við höfum rétt á því, búið mál. Og ég rætti þetta bara við á þeim nótunum og mér finnst að við þurfum að skilja á þeim nótunum að ábyrgðin liggur hjá þeim kjörnu fulltrúum Alþingis, finnst mér fyrst og fremst, að því að annars alltaf verið að benda okkur annan. Að það bara fara að skýra þetta betur, finnst mér. Já, við þurfum bara að auka, við þurfum bara svolítið að ná okkur þann stað við sem öll sammála hvar við erum og hvað þarf að gera og partur af því sem ég svolítið ítrykkað að horfa upp á að það verið að draga fram alls konar gögn sem tala út á suður og það bara mínu mati ábyrgðar hluti að gera það og það eru fjölmargar greinar bara núna nýlega sem að vera að koma út og segja þú veist, við erum sammálum mannfjöldan sem á að vera en í staðin fyrir að þú veist taka til fjölskyldustærðar þá að vera að nota allt aðrar upplýsingar stærð fjölskyldu og þetta skiptir alveg ótrúlega miklu máli ef við erum öll sammála til dæmis mannfjöldaaukningur næstu 15 árin en við erum ekki sammála það hvað munu margir búa að þá munar himinn og haf og við erum kannski að tala tvöfaldan mun sem munar á milli að þú tekur ekki tillit til þess að fjölskyldundar að vera minni og þurfum fleiri og það er þetta sem að ennþá og þarf aðeins að laga að það eru upplýsinga og gagnaóreiða sem að við eigum bara að gera kröfur og sérstaklega þegar við erum að tala kjörna fulltrúa að þeir noti gögnin rétt. Svo getur pólitíkin alveg verið ósammála eða sammála það hvernig ná að gera það en bara grunnstaðan notum staðreyndina rétt og tökum alla umræðina þaðan. Þar erum við ekki ennþá. Og þess vegna sjáum við þess að gagna sko þú veist, upplýsinga óreiðin sem myndast þegar við heyrum pólitíkstala, það vantar ekki íbúðir, það vantar íbúðir og það er ekki nema að vona fólk sé aðeins ringlað í því hvað er rétt en ef við skoðum gögnin, þá eru gögnin mjög skýr. Þannig að þetta er ekki einmitt bara að fólk eru ósammála hvernig ég túlka gögnin og hvernig ég raunverulega eigi að þetta er ekki bara spá fyrir framtíðin eins og framtíðin sé örlag eins og svona völva að segja hvernig hún verður heldur ákveða líka. Þetta er alltaf pólitísk ákveðun hvernig á að hvers konar samfélag á að byggja en þú ert meira að tala það að þetta er ung stofnun, þessi nýja húsnæðis- og mannvirkjastofnun og að það sé bara ekki, þetta er svolítið löng hefð fyrir kannski hróka valdafólks gagnvart upplýsingum sem eru safnað saman sko, við tölum oft að fólk eru svolítið úrvinda yfir öllum þessum skýrslum sem eru búnar til bæði eru það einhverja skýrslur sem eru kannski svona bara einhverja fróðu skýrslur en oft er þetta bara mjög vandaðar skýrslur þar sem að fagfólk hefur safnað eða lagt mikið á sig en mjög margir kvart yfir því að það sé ekki beinlínis hlustað á eða ekki það sé ekki lesnar og ef þetta upplýsingar það einhvern veginn úr þessum skýrslum nái bara ekki yfir til stjórnvalda.
já, nú náttúrulega ríkisstarfsmaður og þykir því mikið til þeirra að koma en nei, mér finnst það mikilvægt að það sé til traust uppspretta gagna og sem fólk getur treyst og að umræðinni sé ekki stýrt af hagsmunahópum eða hagsmunaöflum sem hafa kannski pólitísk mótiv og hafa þann hag að snúa upp á umræðina til þess að skapa sér sögu sem sér í hag og það náttúrulega mjög erfitt að byggja svona traust og að vera og svona HMS reynir að vera ópólitísk stofnun og reynir að bara að miðla sínum gögnum á sem svona bestan hátt og sem aðgengilegastan hátt og reyna að og við reynum samt að hafa skoðun þess að það er náttúrulega fólk sem hefur þekkingu þarna en að leyfa svo stjórnmálafólki að ákveða hvernig þau ætla að framkvæða hvernig þau ætla að leysa vandamálið en allavega að fólk sé meðvitað hvert vandamálið er Mér langaði að koma inn á hérna vegna þess að ég held að mér finnst mikilvægt að aðskilja tvennt sem sagt þú talar neyðarástand í húsnæðismálum og svo það sem við höfum verið að tala sem þetta langtíma trend með breytti lýðfræðum og slíkt trend skapar ekki brátt neyðarástand en þetta er langtíma vandi sem þarf langtíma lausnir og síðan neyðarástand sem þarf krefst skammtíma og þetta er eiginlega tvennt ólíkt við getum séð að húsnæðisverð hreyfist bara frekar svona kvikt þú fer upp og svo fer það niður og fer eftir eftirspurnamarkaði Það hefur farið niður Það fyrir niður, já, sem hagfræðingur þá segi ég alltaf að það fyrir niður ef að hækka minn en verðbólgan. Þannig að þú þarft að vera hagfræðingur til þess að sjá það fara niður. Ég hef ekki séð það fara niður allavega. Það þarf að setja á sig ykkur mjög skrítin gleru. Okay. Við ætlum að vera kurteisi við og byggjum að gefa okkur ekki dæmi. Ég hef sagt það að húsnæðisverð hafði lækkað í fyrra vegna þess að það hækkaði ekki í takt við verðbólgu og laun hækkaði í takt við verðbólgu þannig að húsnæðisverð varð léttari byrði á einstaklinga. Núna að byrja að hækka aftur og við vitum það að þegar eftirspurn eftir húsnæði eykst þá hækka verði og það er hægt að stýra þessari eftirspurn með margs konar aðgerðum. Seðlabankinn gerir það með sínum stýrivöxtum og þannig að reyna að ná ykkur svona stöðuleika þar en það sem að skiptir máli þarna er það að þessar aðgerir, hvort sem eru frá Seðlabankanum eða frá stjórnvöldum að reyna hafa heimil eftirspurn það breyta því ekki hver þörfin er það breyta því ekki hversu marga vantar heimili og það er eitthvað langtíma meðaltal sem við þurfum að stefna alltaf að allt í lagi við náðum ekki í eitt ári eða við förum yfir fram úr okkur á einhverju öðru ári en við þurfum bara ef við horfum mörg ár fram í tíman þá þurfum við að snúast í kringum eitt svona ákveðið meðaltal og það er það sem að ég vil svona sem ég held að sé svona stærsta áskorun sem við stöndum frammi fyrir og ég held að það sé yrði mesta kjarabótin fyrir heimili í landinu er að við myndum ná að byggja í takt við þetta meðaltal. Þetta er ótrúlega mikilvægt og ég varst þetta svona þegar maður náði þessari hugsun sem að Jónas er að segja að við þessi samfélagi erum að þróast eins og segja aftur fjölskyldustærðin er að minnka það er færri íbúð það eru fleiri sem búa einir og einir þannig að sami mannfjöldi fleiri íbúðir og það er ekki endilega sama og eftirspurnin í dag því að eftirspurnin í dag er bara háð einum faktor og hver er hann? Hann er aðgangur af fjármagni þannig ef þú hefur ekki aðgang af fjármagni þá getur ekki keypt og það er að leiðandi eins og til dæmis Seðlabankinn nota greiningarnar svolítið það er að horfa á eftirspurnina það er bara eftirspurnin háð fjármagni því ef við myndum lækka vexti í dag hvað myndi gerast eftirspurnin eftir íbúðum myndi fara upp á öllu valdi því þá hefði fólk aðgang af fjármagni greiðslu skilyrðin sem eru sett munið í fyrra og það sem Jónas var að koma inn á þú veist að íbúðverð hafa ekki hækkað skoðurinni eins mikið í fyrra það er auðvitað munið Seðlabankinn bæði hækkaði vexti og jók þau skilyrði til þess að fara í gegnum fyrir greiðslumatið þannig að það voru færri og færri sem stóðust það þannig til skamstíma þá er
aðgengi að fjármagni erfitt sem hefur áhrif á það eftirspurnin eftir íbúðum verður ekki mikil. Sama tíma að króla upp, undirliggjandi eftirspurnin, þannig að við mátt tala sko svona hálfgerða snjóhengju, það sem að gerast á undir niðri, að það svo mikil sko undirliggjandi íbúðaþörf sem ekkert annað en bara magna fjölskyldin sem vantar heimili að leið og aðgengi að fjármagni eykst að þá mun koma að pressa strax aftur sem mun hafa áhrif á þessi hagfræði hugtök eins og hagfræðingarinn okkar að tala eftirspurnina og það svo mikilvægt að átta sig á þessu að til skamstíma erum við ofta að tala eftirspurn hver margar íbúðir til sölu og svo framvegis við skoðum bara núna á fasteignasölum þá eru bara ansi margar íbúðir til sölu hvernig stendur á því það vantar íbúðir að því að fólk hefur ekki aðgang að fjármagni til að kaupa þeim. Það engin ekkert íslenskt heimil sem getur staðgreitt íbúð. Við þurfum alltaf og fólk bara býr hjá fólkinu sínum miklu lengur og vinir og fjölskyldur eru farin að búa saman sem gætu þetta bara rústað öllum líkindaspám og fólk bara allt í fílar það verið í svona gamaldags sambýli. Nákvæmlega. Og það svo bara umræðan fyrir okkur sem samfélag. Sko ef við erum ekki að byggja í takt við þörfina og eigum við þá bara að segja það bara í mínum huga að partur af lífsgæðum að fá að búa í eigin húsnæði og þá ég að tala leiguhúsnæði, eigin húsnæði. Ef við sem samfélag ætlum að breyta því og segja nú byrja bara allir að deila íbúð það bara allt annað önnur lífsgæði mínum huga heldur við viljum bjóða upp á og gangi okkur vel þá að fá auka vinnandi hendur og við segjum þú getur komið, þú ert velkomin þú ert að deila íbúð með þreymur öðrum það bara allt annað önnur lífsgæði sem við erum að bjóða upp á bæði fyrir okkur og nýja Íslendinga og við viljum það væri svona nett forræðishyggja bara ákveða það þetta sé mjög góður lífstíll og umhverfisvænn þannig að ég tala núna restina þá ég alltaf miða við að við sem að reyna að skapa heimili halda þeim lífsgæðum að fjölskylda og fjölskylda getur verið einstæðingur getur verið 2 án barna eða barnafjölskylda fái tækifæri til að búa sér ekki að deila íbúð með öðrum Já, mér langar aðeins að grípa boltan þarna því þú talar sko að það sé fjármagn sé aðgangurinn að húsnæði og nú búið að herða þessi skilyrði og svo sjáum við líka að sko flesta nýjar íbúðir fara til fjárfesta í dag en þeir kaupa jafnvel 10 íbúðir í kippum eins og þetta grandundaginn og hvað eru að fara að gera við þar? Þeir eru að fara að leigja þær út og þessna ég svolítið og þegar við síðan skoðum sko fylgni leiguverðs samhliða þróun húsnæðisverð í Evrópu og hérna þá er svolítið ólíku saman að jafna í Evrópu hérna erum við með tvöfalt meiri fylgni á milli leiguverðs og húsnæðisverð sem bendir til þess ásamt þessum staðrindum sem vorum að tala hérna rétt á hana það sé raun og veru bara að fara að byggja nýjar íbúðir fyrir leigumarkaðinn eins og staðan akkurat núna og hvað gerir síðan þegar að vexti lækka þá hefst aftur ákveði kapphlaup íbúðir við sjáum þetta sko ég vil rekja þetta til 2016 það er svona ákveðin punktur sem ég nota oft þá sem sagt sendir eldri stjórnsamtakaleiðenda erindi til samkeppniseftirlitsins og bendir á að leigufélög sé að kaupa upp húsnæði til þess að hækka húsnæðisverð og hækka síðan leiguverð í kjölfarið skilur mig og við sjáum bara alltaf meira og meira hlutfall íbúð að fara til fjárfesta og fleiri að fara að leigja af því að það fólk, það þarf ekki greiðslumat fyrir leigunni það þarf bara að borga allt sem það getur og það er það sem við heyrum að því að tala um fólk líka ekki bara tölur sko við heyrum þetta svo mikið á leiðinsamtökum að fólk það er bara að neita sér mat síðustu vikuna í mánuðunum þú veist og það neiti sér allt og ef við síðan skoðum þetta líka og mér finnst bara ég ætla að taka hennan punkt núna að ég er búin að tala frekar lítið og ætla aðeins að ræða þetta sko félagslegt húsnæði sem að ef við gefum okkur og eigum öll rétt á því að hafa þak yfir höfuð í þessu landi félagslegt húsnæði 2000 árið 2000 var 11% húsnæðislandinu þá teljum við með verkamanna bústaðina auðvitað, það er félagslegt úrræði sem þýddi þá að 281.000 manna þjóð var 30.900 félagsleg úrræði í boði spólum til 2023 þá eru konið 3% félagslegt húsnæði Ég myndi taka með öll óhagnaða drifnu á væru kannski nálægt 6% en það er samt lítið við getum borðað saman við Danmörku sem er 20% dæmi en bara félagslega pæling sem þess að ríki og sveitafélög eru að bjarga fólki húsnæði það er komin í 3% það er staðan í dag sem þýðir 11.400 manns hafa aðgang að félagslegri lausn í staðin fyrir 30.900 aldamótin það þýðir það eru kannski 19-20 manns sem hefðu átt að falla undir þau mörk að þurfa félagslega aðstoð við húsnæðisöflun en fá hann ekki
skiljiði mig. Og mér finnst þetta svo alvarlegt mál varðandi réttindum okkar til þess að hafa húsnæði. Þetta og það má líka eins og ég segi, ég var að tala um leigufélögum, hvernig eru búin að hækka veð og setja fólk inn á leigumarkaðinn. Og það eitthvað sem að við getum skoðað í samhengi við Heimavelli. Það kemur inn erlendur auðmaður frá Noregi, var það ekki? Kaupir upp Heimavelli og breytir í Heimstaðinn og fer akkurat að stunda þetta kaupíbúður og bæta við safnið og hækka leigu og fá meira og meira. Svo selur hann þetta eftir 3-4 ára á markaðnum, ég held að sé svona ára 1,5 síðan að selur þetta og fer til Noregs með 40 milljarða af hagnaði af íslenskum húsnæðisbraski. Og þess vegna slær það mig alveg sérstaklega með fréttirnar sem hafa verið í gangi varðandi Jón Gunnarsson og hvalveiðismáli. Af því hvað undir niðri þar? Það einhver strákur miðaldra maður sem fastnaðarsala og ætlar að fara að græða á íslensku braski og hann gleymir sér í græðkinu og selur bara ríkisleyndarmál í leiðinni. Þú veist, það gott að það ekki nuclear codes. Þú veist hvað hefur gerst þá? Hann bara svona ákæfinn í að selja og græða og setjum þetta á þau samhengi eins og ég segi við Heimavelli. Viljum við svona inn á þetta ástand í dag? Mér finnst þetta absúrt og mér finnst við þurfum að átta okkur á því þegar braskið beint fyrir framan okkur. Sko, má ég taka aðeins öðru sín nálgun á þetta og það alveg staðrind að heimilum hefur fjölgað meira heldur en íbúður uppbyggingin og það veldur skorti og það veldur húsnæðishækkunum sem húsnæðishækkun veldur verðbólgu og svo þarf að bregðast við verðbólgunum með því að hægja á hagkerfinu og eina tæki Seðlabanks að hækka vexti og hvað gerist, þú ert að tala um það skal segja svona hvernig leigumarkaðurinn þróast hvað gerist þegar við þurfum að hækka vexti þá erum við að minnka tækifæri almennings til að kaupa og svo bætum við greiðsluskirðið núna og við sjáum það bara að samhliða og ég skrifaði greinum þetta núna í sumar almenningu tekin og leik að þá sjáum við bara þú veist, það verður alltaf erfiðara fyrir fjölskyldur að kaupa út af það að ekki aðganga fjármagni en á sama tíma út af því að skorturinn þá svo fyrirsjáanlegt að húsnæðisverð mun hækka menn sjá það að fjölskyldunar eru miklu fleiri bæði sem vantar húsnæði í dag það sem kallum íbúðaskuld og fjölgunin á þeim áfram mun verða miklu meira heldur en byggt hvað gerist þá ójafnvægi á milli þessu húsnæði sem verður að byggja og það sem vantar og þegar við lendum í því að skal segja heimilin get ekki keypt það verið að byggja allar þessar íbúðir og þá kemur þeir sem hafa aðgang að fjármagni eru þá oft einkaaðilar og þá þeir bara með tækifæri til að kaupa nánast ekki í samkeppni við fjölskyldunar og það það sem að gerist í þessum aðstæðum við erum að horfa upp á og við sjáum það bara nánast allar nýja byggingar eru keyptar af aðilum sem leigja þær út þannig að það sem ég að segja skorturinn að við sem samfélag séum ekki að byggja nægilega mikið á móti þörfinni hefur alltaf ákveðna afleiðingar það fer allt úr jafnvægi og þess vegna skiptir svo miklu máli að vita hvar erum við, hvað þurfum við að gera til að mæta þörfinni. En þú ert einkaaðili, ekki Aflvaki Jú, við erum að fara í verkefni sem við erum að byggja. Já, en er þið ekki raunverulega að reyna að mæta þessari þörf sem að ríkið kannski, samkvæmt allavega mörgum, ríkið ætti að mæta þessari sem að ríkið, sveitafélögum við þurfum þessi félagslega þörf svolítið. Já, það hefur bara áhrif á alla hópa. Það hefur bara áhrif á alla hópa ef við erum ekki að byggja nema kannski 3 íbúðurinn þurfum að byggja 10 þá sjálfsögðu hefur það áhrif á alla og ef við notum okkar sameiginlegu sjóð og segjum við ætlum að styðja svolítið vel við þá sem að minna mega sín og þeir fá bara alltaf segjum bara 100 íbúður miðað við það hlutfall að vera byggt 1000 svo bara byggjum við 200 ef þú keyrir með sameiginlegu sjóðinu og kaupir þessu 100 þá verður svolítið að mynda svaka erfiða stöðu hjá hinum þannig alveg sama hvernig við spilum dæmið ef við náum ekki byggja nægilega vel þá alltaf einhver sem lendir í því og rauninni skorturinn svo mikil að það lendir allir bara illa í því þetta miklu dýpra heldur það og nú ætla ég svara okkur mér finnst þetta eiga að vera aðalmál kosningana því það sem við sjáum eftirfarandi eini möguleiki almennings og eini raunverulegu möguleiki almennings á Íslandi til að eignast einhvað á efri árunum ef við komum á húsnæði og ef við skoðum bara meira sér bara aldurinn 25 ára til 50 ára
elsti strákur minn 25 ára og ég fyrir bara með að vera 50 að 91% og ef við segjum þessi 10 milljónir þá 9,1 milljónir hverjum 10 milljónum sem að þessi hópur allir landsmenn eiga það sem þeir eiga í húsinu sínu. Þannig möguleikinn til að safna upp sjóðum eða sparnað í Íslandi, hann engin nema eigið húsnæði. Og núna erum við búin að keyra í nokkuð mörg ár þar sem að yngra fólk kemst ekki inn á húsnæðismarkaðinn, langt í frá og skal segja, þannig við erum búin að taka svolítið bara nánast heilu kynslóðirnar, tækifærin fyrir þetta fólk til að eignast raunveruleika á Íslandi. Og ekki nóg með það, ef þú kemst ekki inn á markaðinn, sumir eru bara það heppnir þeir hafa bakland til að hjálpa sér. Þú veit með kannski 2 bekkjabræður og þeir leggja stað og annar fær smá hjálp í upphafi og kemst inn á húsnæðismarkaðinn, hinn ekki. Meira sér sá aðili sem inn á leigumarkaðnum, hann borgar kannski meira því hann að borga meðaltali 45% afsláttatekjunum sínum bara í leigu og samkvæmt Hagstofan á bara húsnæðiskostnaðurinn að vera 30%. Svo hann eftir að borga hita og rafmagn og svo framvegis. Og hann nær ekkert í endan því húsnæðisverð hækka svo mikið, útborgunin hækka svo hratt að þegar hann er að leggja fyrir þá hækkar alltaf útborgunin og fasteignin verið hraðar heldur en hann nær að leggja fyrir og ekki nóg með það að ef hann ætlar að leggja fyrir og fá einhverja vexti því hann í erfiðleikum því verðbólgan svo há hann þarf að viðhalda peningunum ár frá ári að þá þarf hann að borga skatta á innistæðinu því það fjármagnstekjur. Þannig að þú sjáu hvað þetta rosalega ójafn leikur og þú kemst ekki inn á markaðinn, þú veist að það skal segja þetta og rauninni húsnæði bara þegar við erum orðin 65 ára þá bara húsnæði nánast allt, það bara eigið féð okkar. En er það ekki upphaflega hugsunin fjárfestingu, það að segja fjárfesta í að húsnæði sé þá fjárfesting? Það svona segjum við það að koma, til þess að koma almenningur fái þak yfir höfuð. Ég skil það, en ég bara pæli að því að maður er bara hætt, það er líka að það sé eitthvað svona núna alveg róttækt að einstaklingar geti fjárfest eða fest fésitt í húsnæði en svo bara að tala náttúrulega fjárfestingar náttúrulega bara þessi eignarhaldsfélög sem fjárfesta þannig að þetta búið spil svolítið með einstaklingarna og fjárfestinguna. Við svolítið, mér langaði að botna þetta og nú kemur að kjarnamálsins sem ég segi af hverju þetta á að vera kosningamálið. Því hvað gerist? Við höfum alltaf sagt að við sem svona samfélag með tiltölulega góðan jöfnuð að við erum að horfa á það að samfélagið að skiptast í tvennt. Það þeir sem eiga fasteignir og sem eru þá í þeirri stöðu að eiga einhvað og svo eru hinir sem eiga ekki einhvað. Þannig að misskiptingin og ójöfnuðurinn hann að aukast og mun aukast alveg svakalega hratt út af þessu og það sem ég áttaði mig bara ekki á því ég byrjaði þessu verkefni, ég er búin að greina töluna mjög mikið, ég áttaði mig ekki á því skildi ekki almennilega húsnæði frumþörf, nú skilji ég það bara miklu betur og það hefur bara miklu dýpri áhrif á allt samfélagið okkar heldur ég gerði mig grein fyrir í upphafi að ef við erum ekki að mæta húsnæðistörfinni og við erum að skal segja mismuna svona svakalega, þá eru við bara fundamentilega að breyta samfélaginu og það engin okkar sem að biðja það. Við kjósum okkur fulltrúa sem að sjá þessa hluti og þeir eru bara ekki á góðum stað í dag. Já. Takk, þannig að það þarf virkilega kjósa, virkilega meðvita þá einhverja flokka og geta þá kannski lagt almennilega spurningar fyrir flokkana til að vita hvort þeir séu meðan nótunum hversu alvarlegt ástandið í alvörunni. Ég er ekki þú veist allir ekki að fara að tala kosningarnar og fleira, en mér finnst bara mjög áhugavert því ég hlusta á, það bara mismunandi skilaboð. Það eins og aftur út af því að það bara, og ég meina það ekki dýlt, það út af því að það einhvern veginn svona upplýsingagagna óreiða. Sumir segja bara sér nóg til að húsnæði og nóg til að lóðum og bara ekkert mál og þetta bara leysist alltaf sjálfur sér. Men aðri segja þetta bara djúpt vandamál og við þurfum virkilega að bretta ermarnar sem sameinast öll. Og hvað rétt? Ef við skoðum bara gögnin þá eru þau mjög skýr. Þetta eiginlega stór merkildi. Mér finnst fleiri, ég var að tala hérna líka heilbrigðismál, það svolítið mörg mál núna á okkar tímum einhvern veginn, þar sem ríkir einhvers konar svona upplýsinga óreiða, sem bara fólk á mjög erfitt með að finna gögn og vinna úr gögnum, þannig að bara til þess að vita hvað við erum að ræða þegar við erum að ræða húsnæðismál eða heilbrigðismál, hver vandinn það einhvern veginn
þetta orðið svolítið svona, þetta frekar flókið? Sjáðu bara eins og við ræðum bara núna aftur eins þetta og mér finnst þetta ekki fá mikla athygli og ég bara skil ekki að þetta fær ekki meiri athygli í kosningunum. Ef að við fram sem horfir og við vitum það, til dæmis eins og landsvísu að HMS að tala um það að vanti 4.000-5.000 íbúður og ég reyndari með aðeins hærri tölu, 6.600 í mínu tölum að því að þú veist íbúðskuldin ég met hana að vera hærri og samsetningin á fjölskyldunum að fara svo hratt inn út af því börnum að fækka svo mikið að þau eru fleiri íbúður. Látum það að liggja á milli hluta. Skiptir ekki máli hvaða áætlunum við horfum á. Að raun uppbyggingin, hún svo langt frá því og hún jafnvel, þú veist, 35% af því sem við þurfum, sem við erum að tala um það, að samkvæmt mínum greiningum, þá munum við ekki vera með íbúður ef við trendum og breytum ekki öllu, eins og fram, horfið sem, hver sem horfir, já. Já, hver sem horfir, að þá erum við einungis með íbúður fyrir 2 af hverjum 5 fjölskyldum. Þetta bara svolítið mikið. Þrátt fyrir alla byggingakranana, sem sagt. Já, en við erum samt ekki að byggja með 2400 á landsvísu þegar við þyrftum að vera að byggja 4.000-5.000 og svona hefur bara vantað í langan tíma. Við erum alltaf að tala um að það vanti þetta magn, en við erum svo bara að byggja allt annað. Meðaltalið til dæmis síðustu 10 ára hefur 2400 og ef við skoðum höfuðborgarsvæðið þá meðaltalið 1600 íbúður sem öll 6 sveitarfélögin að byggja. Og það svolítið partur af vandamálinu að við tölum eins og höfuðborgarsvæði, því höfuðborgarsvæði 65-70% eftir hvernig við horfum á það af öllu svæðinu og þar hef ég svolítið verið að fókusera á. Ef þú ræðum öll 6 sveitarfélögin þá þau vola ána með sitt framtak en svo þú skoða samfélagsþörfina þá hún bara allt önnur og þetta svolítið það sem við sem samfélag þurfum að koma okkur saman hvernig hjálpum við þá sveitarfélögunum að fá hvata og taka tillit til þarfir samfélagsins í heild sinni ekki bara einstaka sveitarfélag því þeim svolítið sjálfvæl sett hvernig þau keyra á það og hver afleiðingi til dæmis eins og bara verið höfuðborgarsvæði við erum að sjá það að barnafólk og fólk bara yfir höfuð sem að vinna í höfuðborgarsvæðinni það því miður bara að flytja stað lengst í burtu og þarf að keyra langar leiði til og frá vinnu. Hvað áhrif hefur það? Til dæmis hjón sem að bú einhvers staðar og bæði hámentuð á þá annað bara að fá að sækja vinnu því hitt að sækja leikskólan í því þorpi sem það í út fyrir jaðarinn. Þetta svo rosalega stórt og mikið miklu dýpra heldur en umræðan einhvern veginn nær. En Húsnæðis- og mannvirkjastofnun getur hún, nú erum við bara að greina og við þyrftum greinilega að að því sem eru tímabundum kannski getum ekki verið alveg of lengi að það væri freistandi með ykkur 3, það væri freistandi að búa bara til plan, sem þetta ekki bara að greina vandan, heldur bara hvernig við eigum að komast út á rónum. Þegar þið eru svona fulltrúar fulltrúar ólíkra heilda. En ég hugsa að við komumst ekki lengra en allavega að reyna að greina vandan. Hvað segir svona Húsnæðis- og mannvirkjastofnun þessar upplýsingar sem að einstaklingur sem með einkafyrirtæki þú ert raunverulega bara að greina, það ekki að biðja þig það sem sagt, en þú ert bara á fullu að greina tölur og þú ert hagsmunaaðili, þar að segja að þú ert að selja fólki húsnæði Já, við erum að undirbúa þróun og uppbyggingu á húsnæði. Já, en ég meina þú veist, ætti ekki ég ekki að segja að þetta verður einhver aðskilnaður, það bara gott að allir gera það, en hefur sem sagt þessi nýja stofnun, Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, hefur hún einhvern veginn bolmagn til þess að fara út í alla þessa þætti eins og lýðfræðina, skoða allt þetta, þú veist, bara nógu mikið af fólki að vinna og beiðnin svo, að þið séu virkilega bara að kortleggja þetta og pæla leiðunum og gera aðgerðaáætlun Já, við teljum það. Við erum með bolmagn bæði innan stofnunarinnar og svo erum við líka að treysta sveitarfélögum á að við erum búin að vera láta þau gera sínar húsnæðisáætlanir hvert og eitt af þessum 62 sveitarfélögum sem eru á Íslandi að meta hvað þið halda að telja íbúaþörfin þeirra sé svo tökum við það saman
og við metum þá íbúðaþörfin í öllu landinu út frá því, þannig að við erum svona að dreifa þekkingunni og svo tökum við þetta saman og niðurstaðan bara svo eins og Siggi var að segja, þetta eru 4.000 til 5.000 íbúðir sem þarf að byggja og við vitum líka hvað virkar. Við erum með fullt af aðgerðum sem að hið opinbera hefur ráðist í og það hafa virkað misvel og sumar betur en aðrar og það sem við sjáum að þessar aðgerðir sem að stuðla að aukinu uppbyggingu og þá er að tala stofnframlög sem eru til með lögum almenna íbúðir sem var frá 2016 og fyrst að tala 2016 hér og þá var svona tekin pólitísk ákvörðun að endurreisa félagslega íbúðakerfið í einhverju mynd. Þetta svona óhagnaðardrifna segi ég en það, þú veist, fólk sá það að leiguíbúðir á viðráðanlegu verði það mjög mikilvægt að þær séu til og við höfum verið að veita stofnframlög, það er að segja við höfum að veita fólki styrk til þess að byggja slíkar íbúðir. Þetta geta verið sveitarfélög, þetta geta líka bara verið einkaaðilar sem eiga sjálfsegna stofnanir, bara búa til sitt félagaform, þau bara mega ekki hafa hagnað af þessum íbúðum á að leigja þessar íbúðir út. Og þetta hefur bara virkað mjög vel. Þessi leiga í þessum íbúðum er miklu lægri heldur en leiga á þessum hagnaðardrifna markaði. Klárlega. Og við bara mælum með því, okkar svona ráð til stjórnvalda er bara að nýta sér þetta úrræði, að stuðla að aukinu uppbyggingu og hagnaðardrifna vegna þess að sérstaklega á landsbyggðinni þá getur hún verið svona ákveðin stökkpallur í að byggja alls konar íbúðir. Við ímyndið ykkur bara lítið sveitafélag og það er verktæki að byggja heina blokk. Ef að 2 af þessum íbúðum í blokkinni eru óhagnaðardrifnar og hann fær styrk frá ríkinu til þess að byggja þessar 2 íbúðir, þá er hann komið með eitthvað styrk til þess að klára grunninn fyrir hinar 9 íbúðir eða hvað sem þær eru þarna í blokkinni líka. Þannig þetta getur stuðlað aukin uppbyggingu á alls konar íbúðum. Við erum líka búin að tala hlutdeildarlán sem eru mjög vinsæl og við erum að veita sem eru skilyrt á svona nýjar byggingar, þannig að fyrir hvern sem sækir hlutdeildarlán þá þarf að byggja eina íbúð og hún þarf að vera með viðráðanlegan kostnað, þarf að vera hagkvæm og við höfum hvatið þess að þessi lán séu veitt út á framkvæmdatíma, það er að segja þegar byggingaraðalarnar, þegar þá vantar sem mestan pening til þess að klára þessa uppbyggingu. Þannig að það eru margar lausnir til þarna. En ég heyri að það svona 2016 hefur orðið einhver vendupútur, þá hefur orðið ljóst að þetta svona vilda vestrið og láta markaðin bara kannski húsnæðismálin að mestu. Að þá hefur það ekki alveg, ég er bara ekki sammála því, bara langt frá því, því að sko, ef við aðeins bökkum tilbaka og aftur ég er svolítið mikið alltaf að fókusera á höfuðborgarsvæði, þú veist að það er stórt en það á við ég er að meina hann er að mæla fyrir ekki félagslegur uppbyggingu að hlut óhagnaðardrifnum samfélagslegum óhagnaðardrifnum en aðeins þú veist hafið huga þegar ég svara núna að meðganga okkar barna er 9 mánuðir vitið þið hvað meðganga húsnæðisuppbyggingar er? Það er 18 ár. Þú veist, ef við tökum bara að reyna hvað íbúður eru, þú veist, að meðaltali lengi í deiliskipulaginu, þá er það 15 ár og svo tekur 2,5 til kannski 5 ára að byggja, en gefum okkur bara í kringum 2, þá er það að tala um 18 ár og af því að lóðaframboðið á höfuðborgarsvæðinu hefur ekki verið í takt við það sem þarf að byggja, þannig að það hefur ekki verið nægilega mikið í undirbúningi til þess að mæta þessu. Og partur af lausninni við þurfum að vera með miklu meira undir, þetta eru 6 sveitafélög, til þess að ná að rampa þessu upp. Þetta er ekki auðveldlega bara rampað upp, þetta þarf mjög langan tíma og samstillt átak. En er það þá að sveitafélögin og ríkið hefur selt undan okkur landi, þar að segja? Það er bara ekki nægilega mikið í gangi og það þú veist, út af því að það er mismunandi sín hvort við eigum að þétta eða brjóta nýtt land eða bæði, það er bara heilt yfir, við erum bara ekki búin að vera og þarna koma sveitafélögin inn. Sveitafélögin eru að stjórna lóðaframboðinu. Hlutverk sveitafélaga þegar við komum á húsnæðismarkaðnum, þá hefur við þessi samfélag setta svolítið á sveitafélögin að stuðla jafnaði húsnæðismarkaði. Hagkvæmri uppbyggingu og húsnæðisöryggi. Hagkvæm uppbygging
ekkit endilega bara niðurgreitt húsnæði eða félagslegt húsnæði, það bara heilt yfir og hagkvæmt húsnæði erfitt að ná þegar svona mikill skortur á húsnæði ójafnvægi milli framboðs og eftirspurnar. Þannig að þetta sem að svona mér finnst vera brotalömin í við höfum ekki verið nægilega að horfa á þörfina og undirbúa okkur nægilega vel með nægu magni af lóðum sem þurfum að vera með til En ég skil samt ekki akkur þetta ósamál honum þá að það sé ég vel jákvætt að stuðla að óhagnaðardrifnu uppbyggingu. Ég var ekki ósammála því. Bara miskildi ég. Ég alls ekki ósammála því. Við þurfum að huga að öllum hópum. Og til dæmis við þurfum ekki bara ein lausn. Við þurfum að huga að öllum hópum og En við þurfum heildarsýn, þú ert að meina það. Það þarf miklu meiri framsýni. Já, miklu meiri framsýni og við þurfum að undirbúa okkur. Þetta ekki einhvern veginn bara hlutir sem að getur hrist fram á ermina á núleitni. Og þess vegna skiptir svo rosalega miklu máli. Lesum gögnin, skiljum gögnin. Og þess vegna skiptir svo ótrúlega miklu máli í allri umræðu að hún sé byggð á gögnum. Og gögnum þá mest megnins frá húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Og það ekki fjársvelt stofnun til dæmis? Það svona bara, fær hún alveg bara... Hún náttúrulega bara undir aðhaldi eins og allar aðra stofnanir og við erum með fólk sem bæði það mjög gott í því sem það gerir og svo hefur það líka ástríði fyrir því sem það gerir og ef við fengjum meira fjármagn þá getum við gert meira. En hvort séum fjársvelt, ég veit ekki, það verður einhver annar að við erum allavega undir miklu aðhaldi eins og allar aðra ríkisstofnanir, sérstaklega núna þegar ríkisstofnanir eru að reyna að skera á fjárlagahalla. Þannig að við þurfum bara að haga vindum eftir segli og seglum eftir vindi segi ég og reyna að svona fókusera á það sem bara okkar megi markmið. En við allavega höfum náð að gera, finnst mér, ansi margt við þannig pening sem við höfum fengið á síðustu 4 árum og ég vona bara að við getum gert ennþá meira á næstu árum. En greinlegt að þörfin fyrir hendi þetta einhver grundvöllur ykkar starf þannig fyrir þessa framtíðarsýn. Og gagnaskoðurinni miðlunin sem að HMS að gera, hún bara góð. Það geta allir séð það að við erum langt frá því að ná að byggja upp í það sem vantar. Við erum langt frá því að ná því á næsta ári. Við erum langt frá því að ná því á þar næsta ári. Þeir geta spáð fyrir okkur fram í tíman. Þannig að við erum bara ekki nægilega vel að horfa á þetta og það bara verulega mikið sem vantar upp á. Þetta snýst svolítið kannski að fara að fá stjórnmálamenn sem fara eftir gögnunum og actually byggja eins og þörfur á þetta ekki. Við erum með gögn sem sýna að þurfa að gera ákveðna hluti mörg ár en þeir eru ekki gerðir. Þannig að þetta snýst kannski svolítið bara það. Mér langar svolítið Yngvi Ómar til þess að biðja þig að segja svona hvar þú sérð fyrst við erum í greiningunni eða bara hvort kannski ef þú byrjar að tala lausnina en ég var að hugsa Jónas, þarf þú ekki að fara? Jú, tímabundin. Já, tímabundin. Þá langaði mér bara til að vita ef þú vilt fara og ég má þakka þig fyrir og ef þið viljið sitja bara við höfum 7 mínútur í viðbót viltu gera það? Jú, takk fyrir mig bara. Þá segi ég bara kærar þakkir Jónas Atli Gunnarsson, hagfræðingur hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Takk fyrir að koma til okkar og greina vandan og svo leysum við hann, þið leysið hann svo í framhaldinu. Takk fyrir. En við höldum áfram inn í smástund við rauðaborðið og það hjá mér eru Yngvi Ómar Sighvatsson, starfandi formaður Leigjendasamtakanna og Sigurður Stefánsson, framkvæmdastjóri Aflvaka og þið hefðu nú bara látið í mig stór orðfalla náttúrulega hversu mikilvægur þessi málaflokkur og kannski hefur nú komið fram fyrst mér í þessu spjalli hann eiginlega ennþá mikilvægur en mann hefur skilist svona núna fyrir, ef maður ætti bara ekkert að hafa fylgst með og koma inn í það sem búið af kosningabaráttunni þá heyrir maður auðvitað marga tala húsnæðismálin en þau eru ekki beitt sett í samhengi. Það þarf að tala þróun húsnæðisverðs líka. Hann sendir nú bara sjálfur tíminn hann Jónas bara í gær staðfesta tölur þróun húsnæðisverð frá þeim en ég sé líka bara í dagblöðum frá aldamótum að 2 herbergja íbúð kostaði 4-6 milljónir. Tölur frá HMS sína 6-7-8 milljónir, meðalverð á 2 herbergja íbúð frá 60 til 80-95 metrar. Í dag kostaði þessar íbúður 60 milljónir. Þannig að þetta tíföldun á verði frá aldamótum. Ég miðar svolítið á aldamótuna því að þá fæddist barnið mitt og þetta er svona tími
dæmi sem að ég keypti eigin íbúð og ég ætla að taka hana sem dæmi því þetta er svo gott dæmi. Ég og basmóðu mín, við byggum vorum að leigja niður í Skipasundi og vorum búin að fá okkur svona sýningar sefurhund og var gaman. Nema hvað allt í hennu tekur eigandinn sem var búin að samþykkja við fengum okkur hundin sem við keyptum dýrum dómum. Hann segir við megum ekki vera þarna lengur en hann vill ekki hund. Þá allt í hennu segi ég við kæristuna, eða konuna mína, ef ekki bara kaupa okkur íbúð. Bara dettur það í hug. Jú, gerum það bara. Og það var bara minnsta mál í heimi. Ég átti engan pening, ég fótt Lindu frænku, hún lánaði með 500.000 kall í víxil, skrifa upp á víxil, ekkert mál, borgaði það út og keypti á Langholti 178. Ég ætla að taka fram númerið, þannig að fólk getur bara að séð þetta sjálft. Keypti þess að neðri sérhæð í tvíbýli, voru 4 svefnherbergi, 1 frekar lítið en 3 mjög góð, stofa og hún var cirka 120 fermetrar. Ég keypti hana á 4,9 milljónir, skiljiði mig. Svona íbúð kostar 80 milljónir í dag, skiljiði. Þannig að, og ef við síðan skoðum líka bara lágmarkslaun. Lágmarkslaun aldamótin voru, samkvæmt allavega Jóhanna Sigurðardóttir lagði fram þingskjal, eða ályktun, eða frumvarp til laga á Alþingi 2000. Þar sem hún leggur til að veri lögfest lágmarkslaun í 112.000. Þannig að við getum gefið okkur að lágmarkslaun hafi verið kringum það. Í dag eru lágmarkslaun 450.000 kall og af þeim tekin 65.000 krónur í skattur. Þannig að þið sjáum gríðarlega mun á milli húsnæðisverðs og launaþróunar. Og síðan þegar við sjáum að allar þessar íbúðir voru bara byggðar á leigumarka og sjáum að séreigna hlutfallið fari úr 60% aldamótin upp í niður í eitthvað úr 90% fyrir niður í 60-70% núna, skiljiði. Og að íbúðir eru ákveðin byggðar sem svona bara leigutækir þá þetta eitthvað mikið farið úrskeiðis, skiljiði mig. Og ég vil segja að vandamáli sé það og ég spyr ykkur bara hérna, einhver vara sem þið vitið á markaði almennt sem seld á þess að tengjast á neitt nátt kostnaði við hana. Þú ert að leigja út húsnæði og eina viðmiðið við leiguverðið hversu mikið getur leigjandi borgað. Og þá ég að tala leigjandi sem kemur og býður best. Þannig að þetta fara að hafa áhrif á fólk sem hefur ekki góða tekjur. Og mér finnst þetta bara svo alvarlegt mál að það sé búið að raun og veru að því eins og ég sagði á hann, samfylgnin á milli leiguverðs og húsnæðisverð, hún tvöföld hérna á annars staðar. Sem sýnir það bara að vera að græða á neyði leigjanda og þannig að vera að hækka. Að því ég veit alveg ekki að skorturinn aðalmálið, en þetta líka stórt mál, þú veist. En já, líka bara hvað á að gera það, því nú eru svona ýmsar kannski lausnir nefndar í varandi leiguhúsnæði, bara út af fyrir sig, fyrir leigjendur, burtsér frá þeirri hugsun að þeir eignast sjálfur, en það er svona leiguþak og það eru leigubætur og það hefur verið svona, þetta bara plástra svona? Við erum búin að leggja tillausn sem að leysir nokkur mál, við erum búin að birta hana, ég náttúrulega tölvuleikjahönnur og vinn mikið við gervigreind og ég vann þetta með gervigreindinu og út frá ákveðnum hugmyndum sem hafa verið í Leigjendasamtökunum smá tíma og notaði til þess lög frá Alþingi 1992 sem raun og veru gerir það sama á Alþingi Íslendinga gerði á þeir ári. Það ákveður sem sagt að við höfum fullt að leiguíbúðum og við viljum leigja þær út á þess að sé misnotkun á því. Þannig að þeir skapa ákveðin grundvöll sem miðað við brunabótamat íbúðana, hvað kostar að byggja hana. Og það er kerfið sem við viljum fá kostnaði tengingu leigu. Það sé ekki bara einhver sjálftaka að því eins og ég segi, ég meina ef við getum komið dæmi einhverja vörumarkaði sem bara enga tengingu kostnaði auk þessi ríkistyrkt, við erum að tala 9,6 milljarða fyrir venjulega leigjendur, ekki félagslegt í fyrra. Þetta er eitthvað alvörssambandi, skiljiði mig. Það er bara að vera að græða á mikið á fólki og við erum að skjóta okkur í fótinn, þú veist. Þannig að, og svo bara skoðum og hvað er það að gera? Er það hægt að setja lög bara? Já, það er bara að hemja leiguverð. Það bara þarf að festa niður hámarkslegu. Það þarf að miðana við kostnað. Og ef að þessi leigusalar, því að það eins og við segjum, langflestir eru að kaupa íbúð til að leigja núna, þá þurfa bara að leiða fólki að kaupa íbúð til að búið mál, þú veist. Já, ég nú er komin inn á hálfpólitíska braut. Algjörlega. Og ég ætla bara að vekja athygli á því að þegar það er svona mikið ójafnvægi á milli framboðs eftirspurnar og gefum okkur bara það að við undum allt í einu, við þurfum 1 milljón bleiur á mánuði sem samfélag og allt í einu bara byrjum að flytja inn 100 bleiur. Hvað gerist á? Bleiur verður ríkur upp á öllu valdi. Punkturinn er þessi að lausnin felst í því að mæta þörfum samfélagsins og það er alveg mjög skýrt. Við erum ekki smá frá því, við erum ekki langt frá því, við erum lengst frá því og þegar við sjáum bara tölurnar núna og vandamálið bara safnast upp á fleygiferð. Það er ekki eins og að verði bara svona
við sjáum það bara á næsta ári, þá erum við bara framlega 2400 og HMS að tala 4-5.000 án þess að borga skuldina og svo árið þar á eftir. Þannig við sjáum þetta bara, þú veist, að þetta heldur bara áfram að vera að hlaðast upp. En við höfum verið að mæta kannski þá hugsanlega þörfum markaðarins en ekki þörfum samfélagsins eða hvað. Það sem við erum bara að fara fram á að það verið tengt, sko, eins og ég segi, það verið tengt kostnara sem geta græða endalaust. Af því þegar við getum grætt endalaust einhverjum öðrum og þegar við sjáum Facebook-hópana, fjármálatips og hvert sem við fyrir banka, næsti bankarákja, hann mun segja að það er pening fyrir til þess að leggja inn á bók, hann er ráðlegur frekar að kaupa íbúður en að græða á leigjendum. Þannig að þetta er búið að vera kapplaup og þeir eru að keppa að kaupa íbúður fjárfestandum til að leigja og nú er ég bara að tala svona almennt, þú veist, og fólk getur ekki keypt. Og þetta er bara eitthvað sem maður verður að laga og það ég veit alveg að það er skortur og skorturinn er aðalmálið en það að skorturinn leyfi fólki á okkur og öðru fólki, það er vandamálið og það þarf að hemja það skortstaðan á markaðinu sem notu til þess að græða á fátækasta fólki landsins og það er bara nákvæmlega það sem ég er að tala og ef þú skoðar hérna, þú veist að það séu 20.000 minni færri Íslendingar í 100.000 manna meira þjóðfélagi sem hafa ekki aðgang að félagslegri lausn, það er bara skömm það er bara það sem ég er að segja. Já, ég er ekki mótið þér, ég var ekki segið, ég var bara bend á það þegar við horfum á og tölum lausnir, það er engin töfralausn nema það bara við þurfum að byggja, það er bara alveg skýrt, okkur vantar fleiri íbúðir og það er það sem við þurfum að bregðast við. En ert þú ekki líka samt að segja á þann, það er ekki bara nóg að byggja, það verður líka að líta á þetta langa ferli, það er að segja að það verður að byggja með einhverju heildarsýn í huga jú, og þá náttúrulega kannski lítur að koma pólitísk sýn eins og þú ert að nefna, bara fyrir hvern er verið að byggja og er verið að nýta sér, þú veist, öll þessi hús sem eru byggð, hagnast það bara verktökum og Ég kom inn á góðan punkt sem má ég nefna hann. Mér finnst það svolítið góður þetta með verktakana og lóðaskort í Reykjavík. Mér finnst það mjög áhugaverður punktur sem við ræddum í samtalum daginn að sko nú er lóðaverð og það er eitt versta skref í lýðræðissögunni bara í mínum huga þegar það var tekin réttur af Íslendingum til þess að hafa aðgang á lóð. Árið 2003 að fram að þeim tíma hafðu Íslendingar bara rétt á því að hafa lóð til þess að byggja sér húsnæði og fólk gerði það umörpum, það byggði fyrst bílskúrinn og bjóði í honum og byggði sér húsið, þetta var bara æðislegt. Þannig að þegar þeir taka þennan rétt og setja hann bara á hendur fárra sem fá að kaupa íbúðir og halda lóðir og halda á þeim í einhverju svona spennitrauju ástandi og svo verktakarnir í dag þeir standa frammi fyrir því að vera kannski búin að vera með fyrirtæki lengi og þurfa að mæta afar kostum með það ekki, Sigurður, menn þetta er það sem við sjáum á markaðnum. Já, það vantar lóðir, það er bara við erum að sjá fyrirtæki sem vilja byggja sem get ekki byggt, það er bara þannig. En veitu hverjir eiga þá voru þetta tekið frá almenningi yfir til verktaka? Nei, þú veist, út af því að það er bara ekki nægilega mikið af lóðum í umferð til þess að við getum haldið dampi og rampað upp og þegar þú ert í til dæmis þegar þú ert minnið rekstur, þú veist þá þarf þetta að horfa til lengri tíma og vandamáli er það að þú getur ekki séð fram á það að þú fáir lóðir til að byggja byggingu eftir byggingu í langan tíma þá þorir ekkert að færa þig úr 50 starfsmennum í 150 eða 200 þú verður að hafa eitthvað fyrirsjáleika og það er svolítið svona partur af því að við þurfum að byggja hann upp og öll sveifla, hún er bara ekkert góð og við erum svo rosalega sveiflur eitt ár er bara allt í botni svo allt í brensu og það er svona partur af því sem við þurfum að skoða og sem samfélag þá að horfa ágögnin greina þau, skilja þau ok, þetta er það sem við þurfum að ná þá er það bara skýrt fyrir þá sem að hafa með að ráða, sveitafélögin og pólitíkina við þurfum að tryggja þetta magna íbúðum hvernig gerum við það og við getum ekki byggt nema að vera með aðgang á lóðum. Þannig að það þarf að ræða það. Svo þarf að ræða, þétting að brjóta nýtt land eða bæði, hvernig nýtum við þá innviði sem við eigum, hvernig getum við gert það sem komast hann hátt. Þurfum við núna þegar öll aukning er bara fullorðnir að byggja alltaf leikskóla og skóla í hverju kerfi er ekki svona þarfirnar aðeins að breytast horfum á þess að þær eigum við að vera að byggja núna sömu íbúður, sömu stærða íbúðum eins og vorum að gera fyrir 20 ár þegar kjarnafjölskyldan var fullandi pluss kannski 2-3 börn þegar við sjáum það núna meðal fjölskyldan er minni og það er svolítið partur af því ég horfa á þetta uppbyggingin sem er verið að og það er það rammi sem oft sveitafélögin setja uppbyggingaraðalunum þú þarft að byggja ákveðið marga 2, 3, 4 og 5 byggja
við vitum það að það er eftirspurn eftir ákveðnum íbúðum, minni íbúðum sérstaklega, en þú ert komin í kannski stærri íbúðum, það er ekki nóg með að fasteignin verður hátt, þá ertu kannski ekki með íbúð sem að henda þig til að kaupa, og það er svolítið það sem ég hef verið að skoða á í greiningum mínum, að hagkvæmast að fara inn á markaðin og kaupa einingu til að leigja eru svona aðeins stærri einingar því þá getur gert herbergislegu. Þannig það er líka vont að við erum ekki að byggja rétt. Við erum að byggja rangt því að við erum að sjá einmenningsheimili fjölga alveg svakalega, balleysum heimilum fjölga og við erum að sjá fram á það til þess að sjá þetta nýjar íbúður, viðbútar íbúður á markaðin næstu 15 árin, það eru 9 af hverjum 10 íbúðum sem verður fyrir balleysa fjölskyldur. Og verður það verið við að byggja eins og í gamla daga, miður við svona, en þetta hljómar svona eins og reglugerðin og einhvers konar svona lagarammi og reglugerðarammi sem við sé orðin úreltur og séum einhvern hátt að eða sveitafélögin eða hvað og ríkið sé, en svo séum við ekki, svo vanti sem sagt reglugerðir eða lög sem að varða einmitt bara hvert við stefnum og hvernig samfélag og jöfnuðar eða ekki jöfnuðar eins og leys. Og vantar það? Punktur sem ég kom inn á áðan, eins og því ég var að tala öll rýni, öll svona vinna að spá fyrir þróun og hvernig við munum þróast sem samfélag. Ég er bara í vandræði með að finna gögnum þetta. Ég finn mér segja gögnum sem 2 ára gömul, það sem til dæmis sagt í svona þróunaáætlun. Aldurssamsetning þjóðar hefur ekki áhrif á íbúðaþörfina þar að lendi sleppu á greininni. Það sem ég er búin að vera að tala núna, þetta er bara í grunngögnum sem eru lögð þá fyrir sveitafélögin og þróunaraðila. Það sem ég er að sýna ykkur fram á, það er bara himinn og haf það sem er að gerast og drifkraftin sem koma vegna öldrunar og annara samfélagsbreytinga eru bara ótrúlega mikið. En af hverju heldur þessi skilningsleysi eða skortur á greiningargögnum og svona sé fyrir hendi, veistu það? Ég bara er ekki alveg nægilega gott svar, en ég sé bara allur fókusinn til dæmis er bara samgöngur. Ég bara tonna gögnum sem ég get fundið samgöngur hjá þessu sömu aðilum, en ég get ekkert fundið samfélagsþróunina. Þannig að það er það sem ég er að benda svolítið á og draga, og þess vegna er svo fastur í því, mér finnst það svo áhugavert, lýðfræðin, hún skiptir svo ótrúlega miklu máli þegar við komum að húsnæðisuppbyggingunni og við verum að horfa svolítið vel til þess. Sami mannfjöldi, ef við spáum því, og þú ert ekki með rétta forsendur, þá getur þú spáð því að vanti helmingi færri íbúður heldur raunverulega vanta. Og þarna er svolítið potturinn brotinn og eins líka þá þegar við erum að segja við þá aðeins sem eru að byggja markanum. Það er ekki allir einhvern veginn spá í líffræðinu og samfélaginu. Þeir eru að sagt, já, þú færð að byggja en þú ert að byggja svona íbúðir. Þá er viðkomandi kannski að leggja allt sitt undir að byggja íbúðir sem er erfitt að selja þegar eru tilbúnar, af því það er ekki þörf fyrir það. Það er þörf fyrir ákveðna tegundar íbúðum, ekki þessar. Þetta hjálpar allt saman og hvað gerist þá aftur eins og ég var að segja? Þá allt í einu frábært tækifæri því að með því að fara í herbergislegu þá getur ég fengið ennþá betri ávöxt. Og þetta skiptir alveg ótrúlega miklu máli þegar við horfum áfram. Þess vegna hef ég verið að tala það svolítið og í þessum greinum sem ég hef verið að skrifa. Við þurfum að byggja hraðar, meira, við þurfum að byggja rétt. Og það er ótrúlega mikilvægt, eins og segi, ég er fann að hljóma svo rispuð plata, að við þurfum að skilja og lesa gögnin. Það skiptir bara svo ótrúlega miklu máli. Og við þurfum að hafa gögnin fyrir hendi, þannig að það má segja það er ekkert skrítið að pólitíkusar séu kannski þá þú finnur kannski til samúð með þeim eða þeir eru að reyna átt að sjá gögnunum og gögnin svona rugglingsleg. Við erum bara að tala það er að koma gögn og fleiri inn í flóruna sem bara standast ekki í skoðun. Bara mána gamlar og fleira og ég bara svona, Við skulum ekki neitt að tala illa húsnæðis- og mannvirkjastofnun því að Jónas allir farin, en er það þá ekki frá mannvirkjastofnun? Það er ekki frá þeim. Nei, það er bara önnur gögn. En ef þú skoður bara gögnin frá þeim, þau eru, og þeir eru að gera vel, ég ætla bara að segja það, Jónas er farin. Og skal segja, og eru á bara mjög flottri leið. Og mætti greinlega bara efla en þá eins og flestir ríkisstofnanir. Já, er virkilega flott. En þú ert að meira þá gögn sem koma annars staðar frá jafnvel hagsmunaaðilum sem að búa til þessi gögn. Pólitík og fleira. Það er bara greina að skrifa fleira og vitna í gögn sem bara standast ekki í skoðun og þá er kannski, í eina rásina koma gögn og svo í aðra rásina koma önnur gögn og þeir tala ekki saman. Já, og engin kannski til þess að greina á milli að þetta eru, sem sagt, opinber gögn. Leikmaður sér þetta ekki.
Það það sem að gerist. Þetta bara eins og leikmaður þú flettir blað og veist ekki hvað auglýsing og hvað umfjöllun. Þess líka bara gott að hugsa þessum fólki, þú veist, við eigum, við þurfum og það ekki, bara tökum smá dæmi hérna, þú veist, 2021 var hægri ríkisstjórn í Svíþjóð og það var sem sagt Stefán Löfgren forsætisráðherra og hann leggur til að það veri tekið að því að leigjendasamtökin þar í Svíþjóð sem heild semja fyrir við eigenda félagi eða hvað sem það kallað leiguverðshækkanir hvers árs, skilurðu. Og hann leggur til að þetta verið tekið úr sambandi og leigusölum verið heimilt að semja bara beint við sína leigjendur. Hann þurfti að segja sér. Af því að fyrir sænska þjóðfélagið, og ég vildi óska þess að við varum eins, þá verður þetta bara grundvallar réttur að hafa aðgang á húsnæði. Og hann ekki virtur í Íslandi og ef við skoðum bara lög húsnæðislög 1998 sem segir sveitafélög Íslands að þeim beri að hafa frumkvæði að afla fólki í húsnæði. Ekki bara að þú veist, þegar þú leita til þeirra heldur og segir, vantar húsnæði, við komum bjargaðir. Það frumkvæði í mínum huga, skiljiði. Og þau bara virði þetta ekki og við sáum þetta í fréttunum fyrir nokkrum árum. Það var fólk, kona á Reykjanesinu sem bara, hún var í húsnæðistörf, fætti sveitafélagsins og vill þeir uppfylli þessa lagaskyldu sína og þeir segja bara, nei, við skulum setja börnin inn í fóstur. Þú veist, þeir muni eftir þessi fréttunum, það ekki svo langt síðan. Og það sem við erum að heyra núna, bara ég heyrði þetta í gær, það önnur manneska, önnur kona á Reykjanesi sem að lenda í þessu aftur í dag, að það bara verið að bjóða, en ég kannski ekki að tala alfarið að því og eftir að fá staðfestinguna á því, en það það sem ég að heyra líka. Það að vera að níðast á mikið á fólki og vera að græða á mikið á bökum fólks, hvort sem að þú ert að selja íbúðir með rosalega álagningu því að íbúðakostnaður að byggja hvern fermetri, hann bara 500-600.000, en hann seldur á milljón. Þannig að þú ert að græða þar alveg óþarflega mikið líka og það þarf bara aðeins að fara að hugsa að þetta grunnþörfin okkar, við þurfum öll á þess að halda og þetta þarf að vera í lagi. Og við þurfum að biðja þá stjórnmálafólk sem fyrir á Alþingi næst að bera hag almennings fyrir brjósti og afla sér almennlegra gagna sem eru og lesa í sundur sagt. Já, eins og bara til ítreka sem ég sagði áðan ég held að sveitafélögin talar við þau eitt og sér og þau eru mjög stolt að því sem hafa verið að gera og þau hafa mörg verið að gera virkilega vel en þegar við, til dæmis eins og höfuðborgarsvæðinu ef við leggjum svo bara saman summuna eins og hjá þessum 6 sveitafélögum og berum svo saman bara við samfélagsstörfina, þú veist að þá erum við að tala bara mannfjölda aukningu og svo framvegis þá bara heiminn og haf að það sé að ná upp í það sem við þurfum og þess vegna eins síst þarf bara við öll að hjálpast að og til þess að geta gert það aftur þá þurfum við svolítið að vera sammála hvað erum við, hvað þurfum við að gera og hvernig gerum við það því þetta verður ekkert gert með einni töfralausn við þurfum að gera þetta á mörgum áttum þetta mun taka langan tíma en ef við vöndum okkur hvað við erum að gera ef við vöndum okkur þannig að við sem að byggja rétt ef við vöndum okkur þannig að við sem að nýta innviðina sem við höfum nú þegar ef við vöndum okkur núna og pössum að við höfum samgönguna líka að leiðarljósi þetta allt hlutir sem við þurfum svolítið að horfa það ekki bara gott að vaða stað og svolítið einu plástra eftir á það bara hjálpar engum ekki vaða stað og byggja bara eitthvað já, það sem ég segja þannig við þurfum svolítið eins og síst og átt okkur á því hvernig við gerum þetta en það alveg ljóst að það vantar rosalega mikið upp á og eiginlega bara sláandi mikið upp á og bara þú veist það sem við erum að horfa á þetta ekki að fara að lagast við sjáum það bara framöndan að þetta bara langt í það og aftur þegar við erum farin að tala það að þetta fara að hafa þau áhrif á samfélagi sem við búum að það orðin bara risa misskipting það enginn sem að biðja það að hafa stéttaskipt samfélag á Íslandi við viljum það ekki en það það sem að gerast núna við erum bara alltaf inn og komið með hóp af fólki sem á mikla fjármuni og hóp sem hefur ekki fjármuni og við erum bara ekki að skapa börnunum okkar tækifæri það það sem að þú veist, við viljum hafa samfélag þar sem fólki ekki við tækifæri til þess að koma sér eins í taka við höfuð en þegar voru lendir bara í því að þú veist, þú nærði ekki strax í upphafi lendir inn á leigumarkaðum og 45% fyrir utan hita rafmagn og svo framfyrir bara strax við sjáum það að helmingurinn af þeim sem inn á leigumarkaðum að reyna að safna sér 9 af hverjum 10 rúmlega vilja ekki vera þar og skilja tölundar og segja bara mjög skýrt prósenti búin að greina þetta mjög vel og skal segja að 9 af hverjum 10 skilur það bara óhagkvæmt fyrir mig að vera þarna ég bara fastur í leigugildrunni ég kemst ekki út og það partur af því eins og til dæmis uppbygging á sterkum leigumarkaði alltaf að gera það
við að vera með gott félagslegt kerfi sem að grípur okkur en þá gefa okkur líka tækifæri til að fara upp úr því fari að vera fastur á leigumarkaðunum yfir á eignamarkaðin og leigumarkaðurinn þannig að ég held að við erum svolítið að horfa á hann brúin okkar og hjálpum fólki áfram. Við verum öll að vinna saman að þessu greinlega, bara öllum kæra þakki fyrir að koma og greina vandan fyrir okkur við Rauðaborðið. Allavega finnst mér þetta orðið svona alveg mun skýrari hvar vandinn liggur en maður ekkert endilega bjartsýnni, en það mjög góð byrjun svona að skilja hvað máli snýst. Má ég enda að spyrja sjálfa mig hvað skoðun hefur á því hvernig við vinnum okkur út úr þessu? Já. Og það framboðsliðin alveg klárlega en áðan það sem ég var að tala aðgengja fjármagni og það þýðir ekki að byggja á flegi ferð og byggja og svo enginn á hinum endanum til að kaupa. Við þurfum að horfa á þetta heildstætt ferilinn, við þurfum að tryggja sem samfélag aftur metum hvað mikið íbúðum, hvernig við byggjum það og gerum það en svo þurfum við líka að passa upp á það að við þurfum að tryggja það að þeir sem þá vilja kaupa þegar íbúðunar tilbúnar að þeir hafi þá tækifæri til þess að kaupa og þá einstaklingar sem vilja fara inn á markaðin. Þess vegna það eins síst aðgengja fjármagni líka og í sveiflukennda hagkerfinu okkar ímist bara með stýrivexti niður í kjallara lengst upp í lofti. Það þetta. Þarna svolítið finnst mér ef að stjórnmálin að koma inn þá ekki síður þarna einhvern veginn að tryggja og við erum með risastór eins og lífeyrissjóðskerfi. Það hlýtur einhvern veginn í öllu þessu að vera hægt að finna einhvers konar balans á þessu þannig að við getum tryggt svolítið fyrirsjáleika fyrir alla. Og þetta skiptir okkur ótrúlega miklu máli ef við horfum bara á Ísland hvernig verður það eftir 15-20 ár samkeppnishæfni okkar líka samfélag að þessi ekki svaka misskipting og óréttlæti sem til staðar. Sigurður Stefánsson, framkvæmdastjóri Aflvaka, það munar nú aldeilis þetta mjög skýr skilaboð sem þú ert að senda og við ætlum að hitta frambjóðendur flokkana í næstu viku þannig að þá mjög gott að vera með skýrar spurningar og Yngvi Ómar Sighvatsson, starfandi formaður Leigjendasamtakanna. Takk fyrir bara mig, þetta búið að vera mjög svo áhugavert og gott að hlusta á svona bara góða tölur. Þú lagða fram á skilmerkilegan hátt. Þú heldur mikið að tölur fyrir minnsmekk en samt sem áður þeir var miðlað á svona skýran og góðan hátt. Ég bara held ég að náðu þessu. Fyrir mér þessi mál fyrst og fremst réttlætismál. Þú þetta bara, við eigum öll bara rétt á þessu. Og ég skil ekki akkur að það þurfi að vera stæðst og erfiðasta mál lífs hversu einstaklings á Íslandi eignast húsnæði. Allan að venjulegs fólks á Íslandi. Akkur það ekki frekar en alltaf að kaupa sér 3 sportbíla eða eitthvað svoleiðis. Það nokkuð ljóst þessi umræða, þetta aldrei bara tæknilegt mál, þetta aldrei bara spurning byggingakrana, þetta líka alltaf líka spurning réttlæti og framtíðarsýn. En við höldum samræðina áfram, við gætum greinlega halda mjög lengi. Svo byrja að fara að taka húsnæðisöryggi. Það verður nú voðalega gaman en virkilega gaman að svo kæra þakki fyrir að bjóða mér. Takk fyrir að koma og það væri bara mjög gaman auðvitað og fróðlegt að fá ykkur aftur að borðinu fyrir eða eftir kosningar og einmitt fara þá kannski meira út í lausnirnar en við segjum þetta gott í bili við Rauðaborðið. Ég þakka hlustendum og áhorfendum fyrir að fylgja okkur eftir og taka þátt í samræðunni. Við höldum áfram við Rauðaborðið í kvöld, þannig að ekki fara langt, tökum smá frímínútur. Takk fyrir. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Sósíalistaflokkurinn vill ríkari hömlur á skammtímaleigu Airbnb til ferðamanna. Meira stefnuna inn á xjóð.is. Allt það besta ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.